Jóhann, það höttur, Grindavík til Hattar. Hvernig tilfinningin að hafa tekið þessu ákvörðun? Bara léttir að vita hvar við ætlum að vera næsta vetur og bara eins og allir vita þá bara allt er riðið upp með rótum og við allir Grindvíkingar reyna að finna sér nýjan samastað og þegar við byrjum að púsla öllu þá einhvern veginn endaði púslið fyrir austan og við erum bara glöð með það ákvörðun. Eins og segir, allt er riðið upp með rótum og Grindavíkur meistaraflokkarnir gerðu samt báðir gríðarlega vel á þessu tímabili. Það lítur nú að vera svona pínulega eðlilegt að kveðja liðið sérstaklega þegar það virðist vera svona kraftur til að halda áfram. Bara ótrúlega ég ger þetta með miklum trega og mjög skemmtilegu vetur að baki. Eins erfiður hann var, þá var þetta líka bara ótrúlega skemmtilegt og þó markmiðið hefði ekki náðst að vinna titil. Það var þetta mjög eftirminnilegur og skemmtilegu vetur og menn finnir líka bara rosalegu samhugur í bæjarbúum að halda áfram og halda liðinu gangandi. En á sama tíma þá þarf maður að hugsa sig og sína fjölskyldu og við ákveðum það snemma að við viljum ekki búa á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þá vorum við alltaf að fara að horfa á það að vera í bíl eins og ég gerði allan vetur, keyra úr Njarðvík í Kópavoginn. Og það er alltaf í lagi svona eitt af þeim tímabili en það er erfitt að gíra sig upp í að vera með 3 börn heima og vera alltaf í bíl bara þegar allir eru á leiðinni heim úr sínum verkefnum eftir daginn. En höttur, þú veist, halda sér upp í fyrsta skipti á síðasta tímabili, fara undanúrslit í bikar þá og komast í úrslitakeppnina núna í fyrsta skipti. Allt eftir að, við erum náttúrulega unnið gríðarlega flottar að Viðararni og fleirum, en Einar Árni, sveitungur þinn úr Njarðvík. Heldur betur. Fór þarna undan og þú ert í raun og veru að taka hans sæti sem aðalþjálfari með Viðari. Má segja að Einar Árni hafi skriðið svo þú getur núna hlaupið með þetta? Það má alveg segja það og náttúrulega bara unnið mikið með Einari þegar ég var yngri og þekki hvernig hann vinnur. Og bara verður gaman að taka þátt í að halda áfram það sem hann var kannski búinn að móta að einhverju leyti og koma með einhverjar svona aðrar víddir inn í það og svo náttúrulega bara Viðar fullfærum að sjá það allt saman líka sko. Þannig að það verður bara ótrúlega gaman að bæta ofan í það sem vel hefur verið gert. Ykkur Njarðvíkingum virðist samt líka ágætlega við héraði. Það er ekki bara Einar Árni og þú, ég meina Adam Egil þarna og fleiri. Hvað þú veist, er einhver líkindi þarna á milli Njarðvíkanna og Egilsstaða? Það er bara mjög góð spurning. Egilsstaðir heilluðu okkur fjölskyldurna svona bara bæjarfélagið og stærðin og svona kraftmikið íþróttastarf í litlu bæjarfélagi. Það hefur hendað mér mjög vel í gegnum ævina í Njarðvík fyrst og svo Grindavík og Hára og börnin mín alast upp í því umhverfi. Þannig að það vissulega er eitthvað líkindi sem að heilla og eitthvað svona sem maður sækir í og já. Þetta var gífurlega gott svar, já. Eða ekki? Kærar þakkir og gangið vel fyrir austan. Takk kærlega fyrir það.